Þá skulum við skoða bókina örlítið víða veröld, landafræði, heimsálfunnar. Við skulum fyrst spá í það hvað landafræði hvers konar fræðigrein. Hún skiptist í rauninni í tvennt, í náttúrulandafræði og mannvistarlandafræði. Náttúrulandafræðin fjallar landið sjálft, hvernig það og mannvistarlandafræðin hún fjallar það hvers vegna fólk býr á hvaða stöðum til dæmis og hvernig það býr og hvernig þetta hefur þróast. Við skulum, landafræðin sem sagt svolítið skrítin fræðigrein, hún er ekki náttúrufræði, hún er ekki félagsfræði, hún er einhvers konar sambland af hvoru tveggja. En hvað það sem við erum að skoða í landafræðinni? Jú, við erum að skoða hvað maðurinn þarf til að lifa á jörðinni og hvernig hann lifir, og eitt af því sem hann þarf auðlindir. Auðlindir er eitthvað sem maðurinn hefur gagn af, og við getum skipt auðlindum gróflega í 3 flokka. Þær sem endurnýjast ekki, þær sem endurnýjast og þær sem endurnýjast með einhverjum ákveðnum skilyrðum. Og hér erum við til dæmis að skoða orkuauðlindirnar. Hér fyrir ofan þetta strik eru auðlindir sem endurnýjast ekki. Olían hverfur, við klárum hana á næstu 30, 40, 50 árum kannski, og kolin sömuleiðis, náttúrulegt gas, þar að segja sem sem borað eftir ofan í jörðina, og kjarnorkan endist nú lengur. Síðan höfum við endurnýjanlegar orkulindir sem eru hér fyrir neðan þetta strik, og þar höfum við sólarorkuna, hún endist á meðan sólin skín, og sömuleiðis vatnsafl á meðan við getum nýtt vatnið, og vindurinn hann blæs. En við getum sagt að lífrænt eldsneyti og heita vatnið okkar, við þurfum að passa það, við þurfum að passa að dæla ekki á miklu heitu vatni upp úr jörðinni, vegna þess að þá klárum við það. Það hættir að koma á þessum stöðum þar sem við höfum sótt það, og eins með lífrænt eldsneyti. Ef við notum of mikið af því, þá endar með því að við klárum það, en ef við passum okkur að nota aldrei of mikið, þá getum við haldið áfram að nota það endalaust. Og hvers vegna erum við að spekúlera í þessu? Jú, við erum að spekúlera í því að við viljum geta haldið áfram að lifa á jörðinni, og ef við viljum gera það, þá þurfum við að passa upp á það að skila henni í sama horfi eða betra horfi þegar við hverfum á brott, eins og þegar við tókum við jörðinni. Þetta köllum við sjálfbæra þróun, að við megum ekki skila jörðinni í verra ásigkomulagi heldur en við tókum við henni, en við gerum það núna. Ef við höldum áfram að lifa eins og við gerum núna, að þá þurfum við bráðum 1,5 jörð til að geta gert það. Nú, við erum að fjalla heimsálfunnar, og við sjáum þær hérna raðaðar eftir stærð: Asía, Afríka, Norður-Ameríka, Suður-Ameríka og svo framvegis. Þetta þurfum við að þekkja, og við þurfum líka átt okkur á því að svona kort eru svolítið fals, vegna þess að þau sýna heimsálfunnar eða jörðina ekki sömu í réttum stærðarhlutverkum til bjagana. Þetta eins og við myndum taka börkin utan af appelsínu, jörðin jú hnöttótt, og reyna að fletja appelsínubörkin út á blað sem væri ferkantað, væri jafnt á þetta kanta eins og þetta. Það ekki hægt. Þess vegna fáum við svona. Hér eru útlínurnar á Afríku teiknar inn á kort, eins og við sjáum hérna. Og nokkur stór lönd eru teiknuð inn í Afríku. Hér Kína, hér eru Bandaríkin, hér Indland, hér Vestur-Evrópa, Mexíkó. En ef við skoðum til dæmis Norður-Ameríku og Evrópu, Vestur-Evrópu, þá virðist þau vera svipað, allavega ekki mikið minni heldur en Afríka, en þetta eru raunstærðirnar. Þannig að við erum að tala til dæmis Afríku og vandamál Afríku, þá hún miklu stærri heldur en maður heldur, eins og við sjáum hér. Nú, hvað það sem stýrir því hvernig fólk lifir á hverju svæði? Það er loftslag, gróðurfar, náttúruauðlindir, efnahag landa, stjórnarfar, trúarbrögð og hefðir. Þetta skiptir allt máli. Sérstaklega kannski gróðurfar og náttúruauðlindir. Og hér sjáum við
loftslagið á jörðinni. Þetta skulum við skoða vel. Hér eru helstu baugar, miðbaugur, hvarbaugur niðri, hvarbaugur syðri, heimskautsbaugur niðri, þar sem Ísland er hérna, rétt á mörkum hins byggilega heims, og suður heimskautsbaugurinn er ekki merktur inn einhverju hluta vegna. Nú, hér sjáum við að í kringum miðbaug, bæði Suður Ameríku og Afríku eru regnskógar. Hér er ís og tundra, freðmýrar. Þetta þurfum við að kynna ykkur vel, vegna þess að þetta ræður því hvernig fólk lifir. Ef við skoðum bara húsin, við þurfum að byggja okkur hús sem halda bæði vatni og vindi og verja okkur fyrir kulda. En í Afríku og hitabeltinu þá þarf vindurinn helst að blása í gegnum húsin, þannig að hann haldi hita á fólki. Þannig að fólki verði ekki alltof heitt, segir. Atvinnuhættirnir, hvað fólk gerir til þess að lifa, það mótast af loftslagi og náttúruauðlindum. Það sem loftslag hentar til ræktunar getur fólk stundað kvikverðarrækt og jarðyrkju. Það eru ræktar fólk það sem það borðar, en það sem eru kol, olía, málmar í jörðu og mikið skóga, þar er iðnaður, og það sem að til dæmis kol og málmar fundust á sama stað í Evrópu og fyrst og fremst í Vestur-Evrópu, þar byrjuðu menn á iðnaði sem við höfum að skoða betur seinna. Nú, það hafa ekki allir jafn gott á jörðinni, margir búa við skort á hreinu vatni, hafa ekki aðgang að heilsugæslu. Þeir sem búa í auðugum löndum hafa flestir meira en nóg af öllu. Þar framleiðum við mikið og notum mikið, flytjum út. Þar er líka menntun góð og þar eru vönduð sjúkrahús og mikil þægindi. Stundum er mikill munur á hag fólks innan ríkara landa, en flestir hafa þó betra heldur en fólk í fátækum löndum. Og þar getur sérstaklega í fátækum löndunum skipt miklu máli hvernig stjórnarfarið er. Ef við skoðum hvernig gæðum jarðarinnar er skipt, þá sjáum við að 20% af íbúum jarðarinnar notar 80% af öllum auðlindum, náttúruauðlindum. Þessi skipting er kannski ekki sanngjörn, en hún er svona. Flest fátækulöndin, flest af fátækara fólkinu er í Afríku og Asíu, en í Evrópu og Norður-Ameríku býr fólk sem hefur það betra. Og hér sjáum við línu sem sýnir hvar fátækari hluti heimsins er og hvar ríkari hluti. Þessi svokallaða Brandt-lína sem talað er í bókinni. Hér það sem að bláa svæðið er, og hérna í Suður-Afríku og hér í Eyjaálfu, þar býr ríka fólkið, en fátækara fólkið er hér í Suður-Ameríku, Afríku og Asíu. Þessum hluta lokið og þið getið snúið ykkur að verkefnunum sem er á námsnetinu.